Verkefni 1 í vegforritun 2 núna árið 2023 að taka við gögnum sem að koma upp úr kennsluskrá HÍ og á henni, kennsluskráni, þess að þetta fara hérna og velja sér svið. Við getum valið one, við getum valið hérna og við getum gert leita. Þá fáum við í raun alla kúrsana. Hérna þetta ít á CSVAF og sækja skrána, þannig að hún bara downloadast hérna og ég get núna farið hér og opnað hana. Hér eitthvað skrítið í gangi sem að þarf að hugað, en það það hérna að við sjáum hérna niðri að hún að opna þetta sem UTF-8. Þessi stafir eru ekki rétt kóðaðir fyrir UTF-8 og ef við svona setjum upp spæjarahattinn þá getum við gert ráð fyrir að þetta sé U, þetta sé á og þetta sé æ og eð, sem því raun að það verður að taka alla íslenska stafi og kóða á vitlaust. En ef þið munið og kynntu ykkur UTF-8 aðeins, að UTF-8 hannað þannig að allir ASCII stafir birtast rétt. Sem þýðir þá að þess vegna sjáum við í raun mestmegnis allt rétt hérna, út því að ASCII kóðar allt það sem rétt þarna rétt. Íslensku stafnir í vitleysu. Þannig að þetta greinlega kóðað í einhverju öðru sem að Íslendingar notuðu mikið til og það hérna ISO 88591 eða Western hérna settið, car settið. Þannig að við gerum reopen with encoding og ég vel hérna Western ISO 88591 að þá sé ég þetta rétt. En það í raun í lýsingunni að þá ekki að breyta þessum gögnum, þannig að þið þurfið þá að lesa þessi gögn upp sem ISO 88591 sem að Node getur á móti því að við höfum í raun annað gagn þarna sem að ekki akkur fer þetta ekki burt með hérna svona sem þetta indexskjal okkar sem að eða ekki í ISO 88591 eða í UTF-8. Þannig að þið sjáu það bara leiðið opna hvort að það stafirnir séu skiljanlegir eða ekki. En þið þurfum að hafa það í huga þegar þið eru að lesa upp skjölin. En hérna þá lesum við í raun upp þessa indexskjöl, þessa indexskrá hérna. Tökum titilinn, tökum þessa lýsingu, tökum í raun þetta heiti á CSVAF skjali sem vísar þá í skjal hérna sem að við þá lesum upp í framhaldinu. Vinnum út úr þessu í raun upplýsingar sem eru þá í raun bara að taka þetta CSVAF skjal og splitta því á new line til þess að fá í raun hverja línu fyrir sig, splitta því á semikomu til þess að fá hver dálk fyrir sig og út frá því höfum við í raun gögn sem við getum keyrt í gegnum eitthvað sem skilar okkur HTML töflu sem við síðan birtum til þess að birta gögnin á okkar eigin kennsluskrár vef. Þannig að fyrir þetta þurfum við að gera eitthvað skrifafall sem að lesa upp gögnin, sem að túlkar gögnin eða parsar þau út frá því hvað hérna og það eru eitthvað hérna sem segir einhverjar takmarkanir á gögnunum eða svona hvað við viljum sjá úr gögnunum. Síðan þurfum við að varpa þessu yfir í raun eitthvað sem að hreinsar þau eða það þetta pars, þú veist, að lesa þetta og parsa þetta, stundum þetta gert í tvennulagi, stundum þetta gert saman. Og síðan senda þetta yfir í eitthvað fall sem að býr þá til HTML yfir þessu og síðan skrifar þetta niður á disk. Þannig að þetta mjög svona stóru myndinni þetta mjög líkt því sem í verkefni 1 frá því fyrra. Nema núna ætlum við að vera aðeins harðari á testum. Þannig að line coverage ætti að vera 80% í heildina. Ég ætla aðeins að sjá hvernig ykkur gengur. Þetta gæti verið erfitt fyrir okkar að ná þessu. Þannig að þetta ekkert heilög tala. Við viljum bara halda þessu þarna sem einhverju svona frekar góðu viðmiði. Þannig að við séum í raun að æfa okkur svolítið í því að skrifa test. Þannig að það bara ákveða það. Það bara eitthvað þau þurfa að læra hér. Og svo ætlum við að setja upp GitHub action eins og við vorum að gera áðan til þess að sjá þetta keyra þegar við pushum.
Þannig að þarna mæli ég með að þið byrjið á því að setja upp eins og ég var að gera núna í byrjun tímans. Setja upp þetta infrastruktúr, þessa prósessa. Síðan byrja að vinna verkefnið og vera að pússa. Þannig ef við ætla að setjast niður, ok, nú ætla ég að vinna þessu í klukktíma og þið pússið og þá sjáu þið, ok, þetta að keyra rétt, testin eru ennþá í lagi og þið eruð í raun að fá progress. Ég myndi freka þá að reyna að vinna þetta í nokkrum atriðum af því að það gengur bara betur í staðan fyrir að reyna að einhenda ykkur í þetta klukktíma fyrir skil. Þannig að þetta er eitthvað sem ég mæli með að þið gerir núna fyrir dæmatíman í vikunni og mæti í dæmatímana, fái hjálpi það ef þið eru ykkurum sérstökum vandræði með þetta. Við munum aðeins kannski snerta á þessu meira í næsta tíma ef þið eru að lenda í einhverjum, mörg ykkur að lenda í sömu vandræðunum. En annars, þá hafið þið tækifæri til að tala við mig og svo hafið þið að minnsta kosti út næstu viku. Ég ætla að sjá með hvaða byrjum við getum gert það hérna. 2. febrúar. Þannig að það er alveg 2+ vikur. Ekki bara halda því, eða ekki bara fínt. Næsta verkefni mun ekki taka til þessa, þannig að það mun þá í raun vera skil þarna og svo skil viku seinna. Það er kostnaðurinn sem þið borgið við það að fá auka tíma í þetta. En við erum samt ekkert eitthvað voðalega hörð á þessum skiladagsningum, nema bara að einhverjum tímapunkti þurfum við að skila. En annars, skoðið þetta, dæmatímar í vikunni og endilega, ef þið hafið spurningar, heyrjumst með það á mánudaginn næstu viku. Takk í dag.